Góðan daginn, ég heiti Jakob Sigurðsson og dósent í rafmagns- og tölvuverkfræði. Í dag ætla ég að segja ykkur aðeins hvað rafmagns- og tölvuverkfræði Ég ætla að segja ykkur frá uppbyggingu námsins og hvað það sem rafmagns- og tölvuverkfræðingar í rauninni starfa við. Það í raun ekki óalgengt að nemendur sem að byrja í rafmagns- og tölvuverkfræði vita í raun ekki hvað rafmagns- og tölvuverkfræðingar vinna við. En rafmagns- og tölvuverkfræði spanar breitt svið og það má segja að rafmagns- og tölvuverkfræði snúist að nota stærðfræði og vísindi til að skapa eitthvað nýtt og leysa áhugaverð vandamál. Rafmagns- og tölvuverkfræði í fararbroddi í þróun og hönnun á mörgum hagnýtri tækni sem við notum í daglegu lífi. Hún leikur lykilhlutverki í 4. iðnbyltingunni og þá átt við það að tengja saman framfarir í gervigreind, róbótum, interneti hlutana og sjálfvirkni, til dæmis sjálfkerrandi bílum og svo framvegis. Einnig mikilvægt að nefna að rafmagns- og tölvuverkfræði hefur alþjóðlega skírskotun, sem merkir það að loknu námi þó geta nemendur frá okkur starfað bæði á Íslandi og á alþjóðlegum vinnumarkaði. Viðfangsefni rafmagns- og tölvuverkfræðinnar mjög mörg sem við notum daglega og hér örfá dæmi það. Rafmagns- og tölvuverkfræðingar hafa komið að hönnun og þróun á tölvum, spjaldtölvum og snjalltækjum. Rafmagns- og tölvuverkfræðingar vinna við fjarskiptakerfi, GPS-kerfi og stýrikerfi og GPS-kerfi staðsetningarkerfi. Rafmagns- og tölvuverkfræðingar hafa komið að þróun og hönnun á mörgum læknisfræðilegum myndgreiningarkerfum, til dæmis heilalínuritum, hjartalínuritum og einnig þróað gervigreindar hugbúnað til að vinna úr læknisfræðilegum myndum. Róbótar og tölvusjón einnig svið innan rafmagns- og tölvuverkfræðinnar, svo og raforkukerfi, raforkuflutningur og dreifing. Í náminu ýmis námskeið sem kenna grundvallaratriði þessara viðfangsefna. Þau gera nemendum kleift að skilja og jafnvel hanna eitthvað af þessum tækjum og við getum tekið snjallsíma sem dæmi þetta. Hér á þessari glæru má sjá ýmis námskeið sem öll tengjast snjallsímum að einhverju leyti og ef þið komið í rafmagns- og tölvuverkfræði þá munið þið taka þessi námskeið. Ef við hugum að vélbúnaðurum þá við með rafeindatækni, hönnun tölva, ígreft kerfi, hönnun og greining stafrænna rása og allt þetta námskeið sem að koma að innviði símans. Varðandi fjarskipti þá við með rafsegulfræði og fjarskiptaverkfræði. Hvað varðar hljóð og myndvinnslu þá við með merkja og kerfi, merkjafræði og líkindaaðferðir og þetta allt kúrsar sem að kenna grunntökin í merkjafræði vinnslu. Og í öllum snjallsímum í dag við með til dæmis andlitsskynjara og fingrafaraskynjara og á 3. ári höfum við námskeiði innganga mynsturgreiningu þar sem nemendur hanna meðal annars tauganet til að leysa áhugaverð verkefni. BS-nám í rafmagns- og tölvuverkfræði 3 ára nám. Það ekki verkefni á 3. ári en mörg námskeið á 3. ári verkefna tengd. Það 3 kjörsvið, rafmagnsverkfræði, tölvuverkfræði og læknisfræðileg verkfræði og uppbyggingin þannig að 1. árið sameiginlegt fyrir þessi kjörsvið en á öðru og aðalega 3. ári þá breytist námið eftir kjörsviðum. Einnig bjóðum við upp á 2 ára meistaranám og MS-próf gefur starfsréttindi sem verkfræðingur sem lögverndað starfsheiti. Það ýmis tækifæri að loknu námi. Nemendur frá deildinni okkar hafa margir farið í framhaldsnám í bestu háskólum í heimi. Þeir hafa starfað í fyrirtækjum allan heim eins og hátækni fyrirtækjum eins og Google og Microsoft og nemendur frá deildinni hafa einnig stofnað mörg verðmæt nýsköpunarfyrirtæki og í framlínusveit í mörgum íslenskum fyrirtækjum. Einnig má nefna að nemendur frá deildinni
eru einnig gjaldgengir í ýmis fyrirtæki sem tengjast ekki rafmagns- og tölvuverkfræði með beinum hætti, eins og til dæmis bankarnir og ýmis ráðgjafa fyrirtæki. Þannig það eru mörg góð tækifæri fyrir okkar nemendur að námi loknu. Nemendafélag rafmagns- og tölvuverkfræðinga heitir VÍR og þau skipuleggja meðal annars nýnemaferðir, vísindaferðir og aðrar skemmtanir, og vísindaferðirnir eru þannig að nemendur heimsækja áhugaverð fyrirtæki, kynnast starfsemi þeirra og svo starfsfólki, og þetta er stór hluti af félagslífi nemenda. Annað nemendafélag er nemendafélag IEEE, en IEEE eru alþjóða fagfélög rafmagnsverkfræðinga, og nemendafélagið hefur meðal annars skipulagt námskeið og keppnir sem tengjast faginu. Ég vil hvetja ykkur til að nýta ykkur nemendaþjónustu verkfræði og náttúruvísindasviðs. Þið getið gert það á heimasíðu háskólans, með tölvupósti eða í gegnum síma. Þið getið sótt námið á heimasíðu háskólans og umsóknarfrestur er til 5. júní. Að lokum vil ég segja að ég vonast til þess að sjá ykkur í haust í rafmagns- og tölvuverkfræði við Háskóla Íslands.